Hei, Guðrún Bergmann hér. Ég er með þriðja þáttinn minn og býði velkomin á YouTube-rásina mína. Ég er svona að fikra mig áfram í þessu ferli sem það að vera á YouTube er, læra aðeins á þetta og finna út hvernig bakgrunn ég vil hafa og hvar ég vil sitja. Svo ég er komin aftur í skrifborðsstólinn af því að hann einhvern veginn er alltaf þægilegastur. Svo við sjáum til hvar ég held mig en gera einhverju breytingar þannig að ég finn loka útgáfuna, en það verður aldrei loka vegna þess að það er alltaf að breytast. En hvað sem líður mig langar til að spjalla aðeins stjörnuspeki, eins og oftast, og svona orkuna sem að gerast í heiminum og þær breytingar sem eiga sér stað vegna þess að þær eru svo ofboðslega umfangsmiklar og þær hafa aldrei orðið svona áður. Nákvæmlega eins og þeir eru núna og við erum að fara í gegnum svo ofboðslega mikinn þroska sem einstaklingar og þá er ég meina svona andlegan þroska og allur þessi þroski, hann gerist í rauninni innra með okkur, hann er ekki, við sjáum hann ekki endilega hérna fyrir utan en viðhorf okkar breytast og hugsanir okkar breytast og framkoma okkar breytist svo við erum að breytast þannig og það sem er að hafa mikil áhrif okkur núna, það er náttúrulega sólmyrkvinn sem varð 8. apríl og síðan er það samstæðan sem varð á milli Úranusar og Júpíters þann 20. apríl en þær tvær plánetur eru síðan svona þær setjast að 14 ára ferli þar sem að þær eru í rauninni orkan þeirra heldur áfram og er að hafa áhrif áfram á okkur og Úranus, hann náttúrulega nefndur eftir, hann var sendiboði guðanna og plánetan er nefnd eftir honum og hann er að koma með upplýsingar fyrir okkur utan úr geimnum. Nýjar upplýsingar sem við erum að byrja að skilja á nýjan hátt og og Júpíter er síðan þessi pláneta sem þenur allt út, þannig við erum að fá nýjar upplýsingar og allt í einu stækkar allt hjá okkur. Heimur sem hafði verið svona lítill, hann verður stærri og stærri og stærri að við fáum nýjan skilning og það er þessi nýji skilningur sem er í rauninni þessi vitundavakning mikla sem við erum búin að vera að fjalla þeir sem hefur verið í andlega geiranum í minnsta kosti 3 ár eða meira en við erum að fara í gegnum hana núna og það sem hjálpar til er að jörðin er líka á leið í gegnum fótonbelti þannig að það er miklu hærri ljóstíðni heldur en hefur nokkuð tíma verið áður. Og þið hafið væntanlega séð í fréttunum að það voru mikil gos og blossar á sólinni, þeir kalla það flares eða svona eldtungur og svo kórónugos sem að því það kemur dýpra úr kjarnanum á sólinni og Úranus er einmitt táknrænt fyrir eldgos og þau þurfa ekki endilega að vera á jörðinni, þannig það eru gos á sólinni sem líka geta verið tengd Úranusi og frá þessum gosum koma ljósagnir með upplýsingar til okkar til jarðar og ef að við erum móttækileg fyrir þeim, þá í rauninni víkkar vitundin okkar, þær eru að hafa áhrif á alla. Alveg saman hver það er ekkert manngreinaráleg, það fá bara allir á sig ljóskóðana. En það er spurningi hvernig við tökum við þeim og hvort við getum nýtt okkur þá, til dæmis með því að vera meðvituð hvað er að gerast og hvernig þessi kóðar eru að hafa áhrif á okkur og svona taka eftir litlum breytingum. Það þarf ekki að vera eitthvað ægilega stórvægilegt en litlar breytingar geta haft mikið að segja. Svo að Júpíter og Úranus eru í þessu stuði. Við megum líka búast við jarðskjálftum á jörðinni vegna þess að Úranus er í nauti og nautið er náttúrulega táknrænt fyrir jörðina, svo að hvort það verða jarðskjálftar hér eða annars staðar í heiminum, þá eftir að koma í ljós. Ég hlustaði á Joni Patri sem er ayurvediskur stjörnuspekingur fyrir ekkert svo löngu síðan. Hún var að tala mikla jarðskjálfta í sunnanverðri Kaliforníu, svo að það eru sprungur á jörðinni hér og þar og það virðist vera að skjálftarnir komi aðalega upp á þeim stöðum og valdi alls konar óvæntum atburðum eins og hér á landi. Það sem að heilt sveitafélag eða bæjarfélag er í rauninni orðið að flóttamönnum í eigin landi. Þannig að umskiptin verða hröð, Úranus
gerir allt hratt, pluss að Úranus hefur þessa tilhneigingu til að klippa á hlutina, bara svona 1, 2 og 3 og það eru hlutir sem þeir gerast skyndilega og þeir hafa yfirleitt varanleg áhrif á okkur. Svo við þurfum í rauninni bara að sigla í gegnum þetta ferli sem við erum að fara í gegnum og það besta sem við getum gert er að hugleiða daglega og hafa skal ég segja ykkur innri ró að leiðarljósi og ég talaði það í einum af fyrri þáttunum mínum að anda ofan í hjartað, setjast niður augnablik og bara loka augunum og anda niður í hjartað eins og það sé lunga, anda inn og út það og tengja þannig huga og hjarta saman svo við finnum fyrir innri ró því að með þessu að þá hefur það áhrif á orkusviðið okkar og það hefur áhrif á taugakerfið í líkama okkar og í rauninni hjálpar okkur að róa okkur niður og það merkilega er að í þessu samstarfi milli hug og heila þá sendir hjarta mun fleiri boð til heilas heldur en heilin til hjartans. Þannig að við þurfum að hlusta meira á hjartað okkar og alveg sama hvað á dynur vera róleg. Því að þegar við æsum okkur eða förum í paník eða eitthvað þess aftar, þá erum við að næra neikvæð orkunum. Svo það skiptir mjög miklu máli. Það sem er gott að gera og ég gerði mitt einhvern morgunni núna þegar það var sól og reyna að gera á hverju morgni þegar það er sól, það er að setjast út í cirka 15 mínútur í sólina og með lokuð augu, ekki með sólgleraugu og ekki með gleraugu og taka á móti ljóskóðunum sem er að koma frá sólinni meðvitað inn í líkamann, inn í heilaköngulinn, hann er mikilvægur fyrir okkur, mjög svo, og inn í rauninni allt kerfi líkamanns vegna þess að þessi kóðar eru líka að hafa áhrif á DNA-ið í líkamannum okkar. Svo að sólin er að senda okkur upplýsingar sem að við getum meðtekið á þennan hátt og það eru fleiri hlutir í heiminu sem er að gera það þannig að við þurfum bara að vera vakandi. Það er eiginlega bara stóra máli. Og það sem er skemmtilegt að skoða er að árið 1989 þá voru Júpíter og Úranus líka í samstöðu og þá voru þeir í samstöðu í Voginni. Og þá var allt svona jafnvægi og skilning á milli hluta og annað þess aftar og á þessum tíma var maður sem heitir, eða héti mann ekki hvort hann enn á lífi, James Lovelock, hann var að skrifa bókina sína Gaia, þar sé jörðina og hann var í rauninni með bókaskrifum sínum að hjálpa okkur að skilja að jörðin hefur meðvitund. Og að við þurfum að gæta jafnvægis í umgengni okkar við jörðina. Og það er merkilegt að á þessum tíma urðu þá til alls konar samtök sem að voru fyrir jörðina, hugsum betur jörðina og annað þess aftar, þótt við höfum svolítið látið allan þann boðskap fara inn annað eirað og út hitt, hefur við gert ýmislegt gott, en betur má ef duga skal og það sem kannski skiptir allra mestu máli er að okkur vantar meiri lífræna ræktun vegna þess að ég vaknaði einn morguninn fyrir nokkrum dögum síðan og fyrsta hugsunin sem að skaut upp í kollinn á mér var að það er eiginlega allur matur sem við borðum eitraður vegna þess að það er búið að setja eitruð efni illgresiseyði, skordýraeitur og ég veit ekki hvað og hvað í jarðveginn sem að maturinn er ræktaður í og síðan er þessu pakka niður fullt af grænmeti og ávöxtum með geisla til þess að það endist sem lengst og ég veit ekki hvað var í bláberjónum sem ég keypti fyrir nokkrum vikum síðan, reyndar nokkrum mánuðum síðan, því að ég fór í burtu í 3 vikur, ég gleymdi boxinu í ískapnum áður en ég fór og það leit nákvæmlega eins út þegar ég kom tilbaka eins og ég hefði verið að kaupa það úr búðinni. Svo ég segi bara hvað var í þeim sem gerði það verkum að þau voru óbreytt. Svo ég borða þau ekki allavega, en það hvetur mig til að fara í berjamót, tína meiri ber í haust til þess að fá þessu í lífrænu. Þannig að við erum að skilja að við erum eins og jörðin
við erum jörðin og þegar að jörðin svona menguð, þá mengast líkami okkar líka og þess vegna til þess að halda góðri heilsu og annað þess aftar þurfum við reglulega að vinna í að hreinsa líkamann til þess að losa hann við þau efni sem hafa hlaðist upp í honum. Það eitthvað kannski það mikilvægasta sem að við getum gert. Og gaman að segja frá því að ég einmitt að vinna að detox-programmi sem á allt öðrum formerkjum heldur en þau námskeið sem ég hef haft hingað til vegna þess að það er ný vitneskja og það er ný þekking og það er nýjar vörur sem hægt að vinna með til þess að styðja við það ferli. Þannig að það verður spennandi. Ég læt ykkur vita af því þegar að programmið er tilbúið en það styttist í það. Þannig að ef einhver vill hreinsa líkamann í sumar sem kannski besti tíminn vegna þess að þá sólin yfirleitt hátt á lofti, við fáum mikið af ljósi, við fáum mikið af D-vitamin í kroppinn og við getum verið meira úti við sem að skiptir náttúrulega mjög miklu máli því að almennt sé þá eyðum við allt of miklum tíma innandyra og vantar bæði súrefni og eins bara það sem gerist þegar húðin andar að sér fersku lofti úti, hún andar líka. Þannig að það mjög mikilvægt. En já, þannig að á þessum tíma, 69, þá erum við að skilja að jörðin hefur meðvitund. Núna erum við að skilja að sólin líka að senda okkur skilaboð og svo líka hitt að það 19. apríl sem í rauninu var bara daginn áður en samstafa milli Júpíters og Úranusar að þá gáfu vísindamenn við New York háskóla út þá yfirlýsingu að samkvæmt rannsóknum þeirra þá hefðu öll dýr vitsmuni á par við okkar, bara þeir töluðu ekki sem tungumál og við, þannig að þegar við tölum skynlausar skepnur þá á það ekki við. Og þeir sem hafa átt gæludýr vita að það þarf ekki annað en að hugsa til dýranna og þau bregðast við í því formi sem þú veist, þau gera. Ég man þegar ég átti hunda þá þurfti ég ekki annað en ég sat og horfði beint í tölvuskjáinn en ég hugsaði eigum ekki að koma út að labba og hún stóð upp á bælinu sínu og kom til mín tilbúin til þess að fara út að labba. Þannig að þú veist, þetta það sem við þurfum við erum öll ein heild, ein eining og þessi eining að læra að vinna betur saman og þess vegna verið að tala að við séum að fara inn í samskonar tímabil og var í Lemúríu, þar sem að menn bjuggu í allt öðru vitundarástandi og meðal annars var vitundin á þann veg að allir hlutir voru heilaðir, þar segja plöntur, dýr, menn og allt og það voru engin stríð og hugsa ykkur hvað það væri nú dásalegt og það líka á þessari jörð sem við erum á núna eða við kæmumst í það vitundarástand að við getum verið þar. En sólgosin og blossarnir halda áfram og það tekur þegar það eru mikil sólgos eða koronagos á sólinni að þá eru yfirleitt líka mikli vindar á sólinni og þá ferðast agnirnar sem koma úr þessum gosum, bara svipa á aska þegar það gýs á jörðinni hjá okkur, á svona 400 til 700 kílómetra hraða. Þannig að það tekur cirka 2 daga fyrir þessa agnir að komast til jarðar og því að hafa áhrif á okkur alla á næstunni. Og það sem gott að gera sig grein fyrir að það eru C, M og X klassa gos eða áhrif á sólinni, svona geislar útgeislun eða blossar eða hvað sem við viljum kalla það og C lægst, M 10 sinnum öflugra en C og X 10 sinnum öflugra en M, þannig þetta eru svona margföldunar áhrif og þess vegna þegar það eru M og X klassa gosa þá hafa þau mjög mikil áhrif og á okkur og við getum fundið fyrir þessu sem þreytu og ójafnvægi, svefnleysi og öðru þess háttar. Svo við skulum skoða það líka, eða þið skoðið það með heilsun ykkar, hvort að ástandið á henni geti tengst því að þið séð geti tengst þessum áhrifum frá sólgosunum. Og þau vara yfir helgina á sama hátt að þá talar hún það að hún Joni Patri, þessi ayurvediski stjörnuspekingur sem ég verið að fylgjast með líka, býr í Bandaríkjunum,
að hún talar að það verði mjög mikil og öflug orka þessa daga frá 17. til 23. Það getur orðið átök, það getur orðið eldgos, það getur orðið jarðhræringar eða hvað sem Svo við höldum innri ró okkar, alveg sama hvað gerist, í þessu jafnvægi, í orkunni okkar og við förum í gegnum þetta. Alltaf gert það. Við gerum það líka núna. Það bara þannig. Með okkur, við höfum sérstakt úthald þessi íslenska þjóð því það búið að reyna mikið á okkur í gegnum tíðina. En svo hitt sem mér langaði að segja ykkur frá, þið getið auðvitað að leita að þessum viðtölum og annað þessar á netinu líka og ég skal setja hlekki inn á það fyrir neðan. En ég var að hlusta á Pam Gregory tala við konu sem heitir Hope Fitzgerald og Hope bandarísk og hún nýbúin að gefa út bók sem heitir The Infinity Wave af því að hún hefur verið að miðla upplýsingum þessa eilífðaröldu sem eins og 8 í laginu. Við þekkjum þetta eilífðartákn, 8-una, og hún birtist henni eins og vatn og þess vegna hefur hún ekki einhverja fasta ramma, heldur hún bara svona fljótandi, en það hægt að nota hana til þess í rauninni að senda hana frá hjarta sínu, þessa 8 í fljótandi vatni, til annars aðila sem við þurfum að semja frið við eða verið góð í jafnvægi við eða hvað annað og viðkomandi aðili, þannig tengjumst við á þessu sviði vatnsins og það verður meiri kærleikur. Hún með þau skilaboð og hefur verið að kenna það að með því að nota þessa eilífðartákn að þá séum við að búa til meiri kærleiki í heiminum og það að hjálpa okkur líka í þessari vitundavakningu okkar og hjálpa okkur að komast á hærri tíðni. Og þetta mjög merkilegt líka í tengslum við rannsóknir Veta Austin sem býr á Nýja-Sjálandi en hún hefur verið að rannsaka meðvitund vatns og segir að vatnið hafi meðvitund því að hún geti spurt vatnið hvað hún heiti og nafnið hennar kemur í svona rannsóknardisk sem hún setur vatnið í og fristir þá myndast vatnið hennar í kristallunum og svo líka rannsóknir sem að Masura Emoto sem að japanskur vísindamaður gerði fyrir mörgum árum síðan og birti bækur og það svo langt síðan að ég var að fá fyrstu bækurnar hans með Ég enn átti betra líf sem ég rak frá árunum 1989 til 1994 þannig að það langt síðan og það eru 30 ár. Nei, meira. Það eru 35 ár í ár síðan ég stofnaði Betra líf sem að ég síðan seldi til vinkonu minnar Snæfríðar Jensdóttur sem rekur það ásamt dóttur sinni Stellu Sæmundsdóttur. En Masuro, hann gerði rannsóknir sem hann byggði á því að fólk sendi hugsanir til vatns. Svo frysti hann vatnið og hann skoðaði kristallana sem mynduðust í vatninu. Og ef að þú sendir kærleiksríkar hugsanir til vatnsins, hugsaðir kærleik, hugsaðir gleði, hugsaðir hamingju eða hvað annað, þá mynduðust fallegir strúktúraðir kristallar í vatninu. Ef þú sendir neikvæðar hugsanir til vatnsins, öfund, ílsku, hugsaðir stríð eða eitthvað mjög dimmt, að þá voru hræðilega afmyndaðir kristallar sem mynduðust í vatninu. Þannig að við getum haft áhrif á matinn okkar, blessa hann, við getum haft áhrif á vatnið okkar, blessa það og ég keypti á sínum tíma svona límmiða sem hægt var að fá frá Masuro Emoto og ég skal segja þið límdi þær á vatnsflöskur og á könnur, vatnskönnur og ýmislegt fleira þannig að það voru límmiðar öllu svona með mér og ég á ennþá vatnskönnu sem með kærleikstákninu á þannig að það sendir réttar bylgjur til vatnsins þegar hún í þeirri könnu. En svo getum við bara sent fallegar hugsanir til vatnsins okkar og það bætir gæðin á vatninu. Þannig þetta svona þessi meðvitund sem í vatninu, þessi meðvitund sem í
jörðinni og þessi meðvitund sem í sólinni, við erum að skilja að þetta allt þessi heild og það verið að ýta við okkur sem erum sem andlegar verur í andlegum að eiga andlega upplifun í þessum efnisveruleika sem við erum í. Þannig að reynslan okkar sú að við erum hér til þess að hækka tíðni okkar og til þess að skilja betur hversu öflug við erum vegna þess að ef að Guð í vatninu eins og Masuro Emoto sagði einu sinni þá í viðtali að þá erum við náttúrulega með Guð í okkur vegna þess að við erum 97% vatn og við erum að læra að við búum yfir miklu meiri hæfileikum til að skapa umhverfi okkar og heiminn heldur við höfum vitað hingað til. Þannig að það einn partur af því sem við erum að gera. Og svo ég aðeins fari líka inn á einn þátt í stjörnuspekinni sem að norðurnáðan í hrúð núna og eitthvað við annað tækifæri þá kannski skýri ég betur hvað nóðan en ég ætla bara að segja hún í hrúð núna og þegar hún í hrúðnum þá snýst það að við stígum inn í sjálfstæði okkar og sjálfræði og verðum sterkari sem einstaklinga. Við tökum meiri stjórn á eigin lífi og við stígum inn í okkar eigin innri kraft og það gaman að sjá hversu margar konur eru í embættum núna vegna þess að þetta kannski fyrst og fremst konur sem að stíga inn í sín kraft vegna þess að karlar hafa svolítið það hlutverk að fá að vera í sínum krafti. Ég einmitt var með námskeið núna í byrjun árs þar sem ég kallaði markmið og magnaður árangur og þar var ég að hvetja konur til að verða drottningar í eigin lífi af því þegar við stígum í valdastólinn í eigin lífi þá getum við breytt lífi okkar svo gífurlega mikið. Þannig að það það sem við þurfum allar að læra að gera og karlmenn reyndar líka á annan hátt kannski heldur en þeir hafa gert hingað til. Svo það allt að breytast á mjög skemmtilegt. Mér sé hárgreiðsla mín. Ég sleppti því að hafa krullurnar í dag og straujaði hárið með stórum busta til að hafa það sléttara og sjá hvernig það kemur út. Svo kannski breyti ég því til frambúðar, kannski ekki. Hitt einfaldara. Það bara svo leys. En út af þessu með vatni, að þá í rauninni þessi umbreyting og þessi svona myndbreyting sem að verða, hún tengist mjög plánetunni Setna. Og ég talaði hana áður, það tekur hana 11.400 ára að fara einn hring stórbaug sinn og hún verður næstu rúmlega 40 ári núna í tvíburunum. Hún fór inn í tvíburun 27. apríl. Og hún að hafa áhrif á vitund okkar til þess að hjálpa okkur að skilja betur andlegan tilgang okkar og andlega leið okkar hér á jörðinni og að bæta tjáskipti okkar að því tvíburinn snýst tjáskipti. Og hún líka, hefur þessi svakalegu myndbreytandi áhrif vegna þess að í mýtunni að þá var Setna, hún var dóttir fiskimanns og Inúítagyðja í raun varð hún, en hún var dóttir fiskimanns og bjó í litlu þorpi þar sem að hún vildi ekki giftast neinu manni í þorpinu. Svo einn daginn þá mætir einhver ókunni fiskimaður með fullt af fiski til pabbinar og biður hönd dóttur hans. Og pabbinn játar án þess að tala við Setna og hann gefur henni svefnlyf áður en hún fer í burtu með þessum manni til að hún viti ekki af því að hún sé að fara. Og það í rauninni táknar svolítið fyrir þess að við köllum svik feðraveldisins vegna þess að við erum að rísa upp úr því bæði sem konur, þeim svikum sem við höfum orðið fyrir af hendi karlmanna í samfélaginu og rétta hlut okkar á ákveðin hátt í sambandi við það og gera það upp því við ætlum ekki að halda því endilega á móti einhverjum af því við erum fáum öll leksíurnar til þess að vinna úr þeim en svo fer Setna í burtu og þegar hún vaknar næsta morgun þá hún bara stödd út á einhverjum fuglabjargi með 1000 fuglum í kringu sig
og í ljós kemur að fiskimaðurinn sem kom til að biðja hönd hennar, hann aðalfuglinn á bjarginu og stjórnar því, þannig hann hefði skipt ham og í eiginlegri merkingu og breytt sér í mann. Pabbinn fréttir af þessu og þegar fuglinn ekki í bjarginu fer hann þangað út til þess að reyna að bjarga seinna. Svo hún kemst út í kajakinn hjá honum, en þegar fuglinn kemur tilbaka verður hann alveg brjálaður úr reiði og hann æsir upp vindinn svo það gerist óveður og öldurnar verða stórar í þeirri von að þau drukkni bæði. Nema pabbinn tekur seinna og hendir hann fyrir borð til þess að bjarga sjálfum sér. Hún grípur í brúnina á kajaknum til að hífa sig um borð og þá heggur pabbinn á puttann hennar og slær hann í höfuð svo hún sígur til botns í hafinu, en við það verður myndbreyting þegar hún sleppir. Þess vegna svo margt sem við þurfum að sleppa tökum á til þess að verða myndbreyting í lífi okkar. Hún verður að gyðja undir djúpana og fingurinn að breytast í hvalategundir og selategundir og hvað annað að fallegum sjáardýrum og eftir það hún gyðja hafsins. Og það þessi umbreyting sem við erum að fara, í rauninni myndbreyting. Við erum að breytast svo mikið að við verðum ekki eins útlítandi, eins og við vorum þegar við lögðum að stað í þetta ferðalag. Það eiginlega bara svoleiðis. Og þess vegna svo áhugavert að fylgjast með þeirri breytingu bara sem að verða hjá hverjum og einum, af því að ég hef verið að lesa í kort fyrir fullt af fólki upp á síðkastið, stjörnukort, og það sem mjög merkilegt að það tala allir að þeir finni fyrir einhverju innri þörf til breytinga sem áhrifin frá stefna, en viti ekki alveg hvernig að setja þau í framkvæmd og vinna með þau. Og það sem svo skemmtilegt í samband við þessa dvergplánetur það hægt að lesa úr svo miklu bæði sem snýr að fortíðinni og hvað sem þarf að vinna úr sem við sjáum í kortunum og svo hvert það að leiða okkur. Þannig að stjörnukortin sem ég að gera ólíku öllum öðru sem þið hafi verið að sjá á markanum. Svo ef þið hafa áhuga á þeim þá alltaf hægt að hafa samband og ég sitla ekki undir skal ég segja ykkur myndbandi til þess að þið getið farið beint inn á síðuna mína ef þið viljið panta ykkur kort. Og ég get lofa ykkur því þegar eftir að í rauninni fá nýjan skilning á bæði tilgang ykkar og hvað framundan hjá ykkur. En það sem Hóp hefur verið að vinna með í sambandi við vatnið og infinity eða eilíðatáknið tengist líka bæði eins og ég talaði seinna, það þessi umbreyting sem aftur að verða okkur, pluss Salacia sem líka ein af dvergplánetunum, og Salacia hún var í mýtunni, þá var hún eiginkona Neptúnusar og hún táknræn fyrir í rauninni ljósi frá sól og tungli sem merlar á vatnsfleti, bæði hafinu og stöðuvötnum og annar stað, þar sem að vatn og hún í rauninni æðri birtingin af Venusi sem þýðir að hún að koma með nýja og hærri tíðni í kærleikann hjá okkur. Þannig að þetta með áttun og infinity táknið að hjálpa okkur í gegnum vatnið og Salacia tengd vatninu. Svo þetta allt svona að tengjast í eina mynd, allavega í höfðinu á mér sem búin að vera að pæla í þessu svolítið lengi og mig langaði að deila þessu með ykkur vegna þess að það geti þá líka búið til svona mynd í höfðinu á ykkur. Svo ef það meðvitund í vatninu, það meðvitund í sólinni, meðvitund í jörðinni, meðvitund í sól og tunglinu, alltaf það sama því að ljósið frá tunglinu í rauninni bara endurspeglun af sólinni. Svo að þessi heild sem við erum í að verða svona skýrari og erum að skilja hana betur, þannig mér finnst það mjög merkilegt. Og já, ég held það var eitt sem ég ætlaði að tala líka, að það sem líka merkilegt akkurat núna að Satúrnus í fiskum og Satúrnus verður eitthvað 3,5 ár í fiskunum og það sem að Satúrnus hefur alltaf verið táknað fyrir
Hann svona struktúr og uppbygging í lífi okkar og hann líka ramminn sem við setjum okkur. Það er að segja hversu langt við leyfum okkur að fara út fyrir hér eða þar og þá hann skilgreinir ramman. Og það sem hann í vatni, að þá getið rétt ímyndað ykkur ef við hugsum okkur að ramminn sé girðingastaurar og þeir eru í vatni, að hvað gerist þá? Þeir leysast upp, þeir detta niður. Þannig að sá rammi sem við höfum haft líf okkar hingað til, hann að detta til hliðar, hann að detta niður og allt í einu þá höfum við miklu víðara svið til þess að skilja og meta það sem að gerast í heiminum okkar. Svo að þess vegna vitundin líka að víkka og Satúrnus í fiskum þá líka að hafa áhrif á Satúrnusin sem í kortinu okkar og Neptúnus líka í fiskum, hann rosalega mikið næmi sem að koma inn til okkar. Það getur birst í draumum, það getur birst í alls konar dulskynjun, það getur birst í sterkari miðlunarhæfileikum, það ég allavega að finna mjög mikið fyrir hjá mér og ýmsu öðru, þannig að þessar tvær plántur að hafa gífurlega mikil áhrif á okkur og ekki bara mig heldur á alla, þannig að þetta svona það helsta sem ég langaði að segja í sambandi við stjörnuspekina. En svo af því að ég hef verið að nota, skal ég segja ykkur, olíu á exembletti sem á húðina á mér, sem birtust allt í einu mér að óvörum, að það langar mig aðeins til þess að segja ykkur frá henni. Þetta skal ég segja ykkur, aprikósuolía og aprikósuolían, hún síðan bætt með CBD-olíu og CBD hefur náttúrulega mjög mikil róandi áhrif, þannig að eina sem hefur virkað almennilega á kláðan í þessum útbrotum hjá mér þessi olía. Ég reyndar búin að nota hana á líkamann í rúm 2 ár, svo að ég elska hana og ég nota hana daglega á bæði fótleggi og handleggi og í rauninni bara almennt hún uppáhaldið mitt. Ég fer aldrei heiman að taka hana með og það svolítið átak að taka með sér olíu sem í glerflösku, en glerið og dökki liturinn verndar það að olían að sólin eða birtan hafa einhver áhrif til umbreytinga á olíuna og ég set í upplýsingar fyrir neðan myndbandi, þá set ég upplýsingar hvar hægt að fá þessa olíu og það hægt að fá hana með afslætti út á afsláttarkóða sem ég sé líka þannig. En þetta ég mæli 100% með henni, hún æði. Mér langar að svo bara í lokin að ef þú ert sátt og ánægð við það sem ég búin að vera að segja, að smetla á like og ef þú væri líka til að smetla á subscribe, ef það gerast áskrifandi að rásin hjá mig, þá ég mjög þakklát fyrir það. Svo vil ég bara kveðja með kærleik og ljósi, eins og alltaf. Takk fyrir að hlusta.